No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Já, komið sæl og verið velkomin núna í seinni umferð fyrstu deildar í RLS. Fyrstu deildar RLS, er það ekki bara pínu málið? Spennandi leiki framundan, fyrsta umferð var mjög spennandi og verður bara ennþá betri það sem líður á. Þetta er mjög jöfn lið sem að við erum með núna þetta tímabil. Skillsýlingið, ef maður leyfir sér að sletta, er mjög það er mjög, hvað maður að segja, er nálægt hvor öðrum. Flest öll lið eru með útlending með sér sem að er í 2000 MMRs eða í SSL rankinu, þannig að þetta verður æsi spennandi. En við skulum líta núna bara fljótt á hvernig kvöldið verður, hvaða leiki við erum að fara að sjá og hvað er fyrsti leikur í dag. Við erum með sem fyrsta leik með The Pinchman á móti Þór Þorlákshöfn. Síðan eftir það við með Arctic Apes á móti Ron og Midnight Bulls Infinity til að klára kvöldið. Engin leikur á móti hjá Underdogs og Hetti í kvöld, en það verður gaman að sjá hvernig það fer. Þannig að Pinchman, ef við ræðum aðeins liðið þeirra, Pinchman eru með OSM sem að margir Íslendingar þekkja. Síðan eru við með Willy Rowe, Shook og Bombi sem eru þarna með þeim.
Ég ekki alveg viss hvernig röngin hjá þeim eru en Shook GC. Sjáum kannski hvort að ég sé hérna eitthvað skemmtilegt. Bombi okkar líka Grand Champion, þannig að þetta allt með veldu. Ég held að, þú veist, að eiginlega að 90% ef ekki 90% af deildinni núna í ár sé GC eða hærra. Það eru nokkrir sem eru champion og eitthvað þannig, en mestmagnis erum við að tala að við erum í GC. En við skulum aðeins segja hverjir Þór Þorláksmenn eru, annars þetta tilbúið. Við erum með Kalli Tempo, OB og Kjartan. Við skulum bara, mér heyrist að fyrsti leikur sé tilbúinn, þannig við skulum bara demba okkur beint í það og sjá hvað setur. Það verður gaman að sjá. Þorláksöfn á botninum núna á meðan Pinchmenn eru uppi unnu sína fyrstu viðureign, en við fáum að sjá OSM, Vilro og Shook inná fyrir Pinchmenn og Falkur Druku sem að vera það skal vera hann bara mark strax. Hver var það? Pinchmenn búinn að finna fyrsta markið núna í kvöld. OSM fljótur upp í hennar bolta og Þór Þorláksöfn með engin svör við þessu og komast 1-0 yfir strax í byrjun. 15 sekundur búnar hérna og allt Þór Þorláksöfn með frábær skot hérna, ná ekki alveg að nýta sér þetta, en það bara hvernig það núna. Afsæki mig. Núna villi reyna að koma þessu fyrir OSM, en nærði ekki alveg. Kalli núna með stjórn á boltanum með Shook fyrir fram að sig. Shook vel mætt hjá honum, bömpar þarna Ólafi, nær að koma sér hérna fyrir. Falkun nær ekki alveg í þetta. Ólafur nær að hreinsa boltan núna og hættuleg sókn fyrir Þorláksöfn, en Pinchmenn ná að hreinsa þetta. Kalli setur þetta hátt upp, það bara Shook sem setur þetta hliðarvegginn á sjálfan sig, nær sendingunni fyrir á OSM sem hittir ekki boltan. Falcon hérna nær ekki að komast fram hjá Vilro. Boltinn núna í horninu hjá Þór Þorláksöfn, reyna að fá stjórn á þessu en náði ekki. OSM með opið mark núna, nær ekki að hitta, en Vilro hittir ekki heldur, engin kraftur á skotinu þarna. Kalli á bakvænginu sínum, Falcon hjálpar honum að hreinsa þetta OSM með stjórn á boltanum, nær ekki fram hjá Ólafi sem að reyna að koma þessu á liðsfélag á miðju, nærði ekki. Shook hérna með skotið, tvísmellan, nær ekki að klára það. Villi núna kemur þessu fyrir OSM sem að var aðeins á framlega. Núna boltinn að detta markinu hjá Pinchmenn, en Shook nær að komast í vegg fyrir það. OSM reynir hins svona Kalli með opið mark hérna og Shook nær ekki vörslunni. 1-1 hjá Þór Þorláksöfn á móti Pinchmenn. Ég veit ekki alveg það sem held ég fólk var að búast við hérna hjá Þór Þorláksöfn, en þeir eru alveg með þetta. Það Willi Rowe, ekki Vilro. Afsakið mig, ullar sokkar, ég skal passa mig á þessu, en Willi Rowe, það er eitthvað sjarmuð við hins vegar Vilro sem að að kalla á mig, en skulum reyna að passa okkur á þessu. Shook hérna nær ekki fram hjá Ólafi, hættulegu bolti í loftinu. Willi Rowe með skotið og þessi fer inn. Frábært skot hérna frá Willi Rowe. Ég held að ég kalla hann bara Willi. Willi Rowe svo langt. Margir stafir í þessu. En 2-1 fyrir Pinchmenn hérna í leik 1 af 5 á móti Þór Þorláksöfn. Rétt rúmlega hálfleikur kominn af stað. Pinchmenn alltaf líklegri að skora fleiri. Jó, mér finnst Willi fínt bara að þetta. Mér finnst það frábært. Bara Willi. Það svona, kallar á mann Willi naglbítur eða eitthvað þannig.
Villi núna reynir að koma sér fyrir á OSM. Falcon kemst í veg fyrir það. OSM með boost, með tíma í loftinu. Hvað gerir hann? Nær hann að koma sér fyrir á liðsfélag. Klemman inn á miðju komin á Shook. Frábær sending hérna hjá OSM. Tekur þetta alveg yfir og klemmir hann fyrir markið fyrir Shook til að klára. Og 3-1 fyrir Pinchman. Vel gert hjá þeim að koma þessu inn. Mikilvægt að vinna þessa fyrstu leiki í deildinni, að halda sér í bara umtalinu að vera þarna uppi. Þannig að en núna hættulegu bolti fyrir Villi, kemur sér í burtu. Falcon tekur þetta í þakið fyrir sjálfan sig. Villi les þetta vel að bakvængnum hjá sér. Ólafur núna heldur pressunni fyrir Þór Þorláksson áfram. Sendingin fyrir á Óla. OSM nær hreinsunni. Kalli reynir að koma sér aftur fyrir. Shook ekki nægilega fljótur á móti Ólafi og Falcon með skotið í bakvegginn. Shook nær ekki hreinsunni. OSM verður að koma til bjargar, nær því og núna skyndisóknin frá Pinchman. Skotið fast en Ólafur nær að verja það út. Boltinn inn á miðju fyrir Shook, nær ekki skotinu á markið og tortímingin hjá Ólafi. Leysipressu fyrir Þór. Kalli núna nær ekki boltanum undan Shook. Hættulegu boltinn núna fyrir sem að Kalli nær að grípa eftir sendingu frá liðsfélaganum. Og Falcon og Ólafur fara saman í þennan bolta. Þú vilt ekki fara saman í svona bolta í horninu. Ná ekki að nýta sér þetta og halda sér í sókninni hins vegar. Falcon með reynir sílingskotið þarna. Tæpur á því að ná því inn. En núna Villi reynir negluna fram. Ólafur nær ekki að grípa boltan vel. Falcon eftir bumpi og Ólafi eru uppi á móti Shook, fyrir undir hann. Núna OSM 1 tilbaka, nær að verja þetta út. Villi á hliðaveggnum, nær skotinu fram. Falcon reynir að grípa þennan og halda stjórn á hennu, nær því ekki. Shook núna með fast skot en það stöngin út, en það bara stöngin út á OSM. Og 4-1 fyrir Pinchman á móti Þór Þorláksson. 35 sekundur eftir að þessum leik og ekki miklar glufur fyrir Þór til að nýta, en alveg tækifæri fyrir þá til að ná að nýta þetta og gera eitthvað með nýta tækifæri sín betur sem þurfa að gera. Pælingi mín ekki nógu skýra þarna og Pinchman ná að koma þessu inn. Falcon sendir hann bara þarna á OSM sem að bara lesa hann eins og hann sé að lesa fyrir systur sína að hún fyrir að sofa. 5-1. Það sárt að sjá þetta, en það eru tækifæri í leik 2 fyrir Þór. Ég sé alveg pælinguna hjá þeim. Þetta eru mæta leikmenn sem eru mættir hérna hjá Þór Þorláksson og algjörlega tækifæri fyrir þá til að slípa sig á þessu tímabili og verða hættulegir. En boltinn núna í loftinu verður að lenda til að leikurinn sé búinn og þarna lendir hann loksins og Pinchman taka fyrsta leik. Sjáum það hérna að nöfnin hjá Wilrow og Shook eru aðeins og löng og í rauninni ólögleg líka, en það ef maður vill fara að lesa reglunar þá skilur maður það. En frekar jafnt í stigum. Þór Þorláksson lágu ekkert rosalega mikið tilbaka með hvernig yfirráð vallar en maður sér það svona á vörslunum með við skot. Það eru þarna 10 skot á móti 2 vörslum. Pinchman skutu frekar oft framhjá. Það mætti halda að OSM sé SSL. Já, það mætti halda það, Krissi. En mér finnst það samt ekki vera mikið að sína það hann sé SSL. Mér finnst ekki hraðinn hjá Pinchman vera neitt til eitthvað til að tala á meðan Villi hérna upp í loftinu nær flipinu. Ólafur hreinsar þetta út til hliðar. Þar OSM gerir einhverja takta en Falcon bara fljótur að mæta þessu svo séu ekki að lenda inn í vandræðum. Jú, gæti verið að hann sé bara að spila á 70% getu.
mér finnst það alveg líklegt, engin ástæða fyrir þá eins og til að gera neitt annað á meðan boltinn en að finna fyrsta markið hjá Pintchman í leik 2. Zug með flott 50 fær alla í Þór Þorlákshöfn til að hoppa upp í þennan og Villi með opið mark. Ég meina að hann væri alveg líklegur til að henda í keyboard. Núna sem reynir einhverja tvísmellu nær sendingunni hérna á Zug niður. Skemmtilegt kick-off mark hérna hjá Pintchman. Ég veit ekki hvernig sem nær nær tvísmelluna nær því. Þú veist, keyboard and mouse, jú, alveg málið hjá sumum. Það það ekki, nei, það var Nissi sem að spilaði í úrvalsdeildinni á meðan ég röflaði hérna eitthvað. Þá setja Pintchman inn 3. markið. Þetta var svona kannski eitthvað leikur sem að bjóst við að sjá svona. En já, það 10% leikmanna á keyboard and mouse. Ég man ekki hvort það var Bissi eða Nissi sem að voru á keyboard and mouse. Ég veit allavega að Skjalli stundum, já, Bissi keyboard and mouse. Skjalli minn með stundum á keyboard and mouse eitthvað. Það var líka einhver annar sem að á og til grípur í það. Skemmtilegt spil hérna, horfum á þetta aftur hjá Pintchman. Gerði það vel. Heppilegt þarna spilið á milli OSM og Villa að koma honum fyrir á Zug 4-0, 3 mínútur og 40. Já, Presley á keyboard and mouse. Já, ég veit ekki. Það þarf kannski bara að setja tagginn á Discordið hvort þú sér keyboard and mouse eða ekki. Mér þetta gaman að sjá þær tölur. Það nefnilega við erum aðeins að breyta til með fyrirkomulagið á fyrstu, ekkert svona neitt til að sem að mun hafa áhrif á áhorfendur eða neitt annað, meira til að horfa á þú veist, tölur og eitthvað, að fá replayin frá leikmönnum til að geta setta í ball chasing eins og skemmtilegt spil hérna. Á meðan ég þvæli eitthvað ball chasing, Villi grípur hann vel hérna nær klemmunni fyrir á OSM. Pintchman klárlega þeir sem að maður ætti að tala þegar kemur að klemmum. Ég spyr mér samt hvort að liðið hefði átt að heita klemmumenn í staðinn fyrir klemmumennirnir í staðinn fyrir Pintchman, The Pintchman. Skemmtilegt að hafa á íslensku klemmumennirnir. Ólafur reynir að koma sér fram hjá OSM og nær því fá hérna eitt svar við þessum 5 mörkum. Tekur miður bústið hérna og poppar sér hátt upp yfir OSM og finna hérna fyrsta markið sitt í leik 2. Klemmu borgari. Já, ég veit ekki með borgari. Ertu þá að tala þá, þú veist, eins og klemmaborgari? Þá úr Svampur Sveinsson, eða ertu að tala borgari sem íbúi? Og sem hreinsar þetta út á Zug hérna sem kemur sér lengra, nær að lesa þetta úr horninu, nær að koma sér fyrir og óreiða í vörninni hjá Þór Þorlákshöfn sem að þeir þyrftu að slípa síðan til. Enginn tilbúinn til að grípa hann á bolta og grípa hann á bolta og koma honum í burtu og 6-1. Það sést bara gæðamunur á leikmönnum hérna, en tækifæri hérna hjá Falcon nær ekki til boltans. Zug kemur sér fyrir OSM, nær ekki klemmunni á mótunum. Kalli núna með tækifæri, reyna skotið, en Ólafur ekki nægilega fljótur að ná tortimingunni á Villa þarna. OSM reyna að koma sér fyrir með hjálp Villa. Falcon einhvern veginn nær snertingu þarna og Þór Þorlákshöfn núna í sókninni. Hættulegu bolti fyrir, Falcon fær þetta í hendunar,
Sjúk nær vel til boltans. Kalli núna reynir býður eftir að Falcon hérna kemur tilbaka til að vera með sér í þessu. Ólafur nær að verja þetta út og fær bústið til að gera eitthvað með þennan. Tekur hann upp á sjálfan sig, nær framhjá einum en OSM tilbúin að koma Villa til bjargar. Sendingin núna fyrir á Sjúk. Falcon fljótari til og Kalli reynir að koma sér inn á miðju á Ólaf sem að nær því. Falcon núna með tækifæri. Sjúk drepur það fljótt, kemur sér fyrir og núna OSM varið af Falcon og Ólafur fljótur að mæta ákefni sem við sjáum hérna hjá Þór Þorlákshöfn. Finna hérna annað markið við það. Finna hérna Sjúk aðeins og fljótur á sér og gefur Falcon opið markina. Ég bjóst alltaf við að sjá Sjúk hérna fljúa framhjá í vörsluna sem sagt. Eða líka Knuckle Sandwich reference. Já, ég bjóst við því. Svampur náttúrulega bara kóngur barnaefnis og efnis yfir höfuð. Kalli kemur sér inn á miðju á Ólaf sem upp í loftinu. Fær hann flippi, já, næri ekki að nýta. Villi hins vegar, pínu óþægilegur þarna. Bjargaði liðsfélaginu sínum. Falcon nær hann að koma sér fyrir á liðsfélaga, já, og Kalli finnur hérna annað mark. Óreiða báðum vallarhelmingum í þessum leik. Sjúk les þennan ekki nægilega vel og Kalli nær að koma þessum inn með handboltaskotinu. Ég nokkuð viss að þeir séu allir í kringum Champion 2, Champion 3, jafnvel GC1. Þekki ekki alveg, náðu ekki að líta á það fyrir leik, en GC1 til 2, já. Það eru allir í kringum það level núna í fyrstu deildinni sem að er gaman að sjá. Bara gæðin sem við fáum í þessu eru skemmtileg. (6-3) fyrir Pinchmenn í leik 2. Nei, Addi, ég myndi ekki, þú veist, ef við erum raunsæir þá ætla ég að segja nei, en miða við hvað það var mikil aðsókn í fyrstu deild núna, þá gæti verið, ef það verið meiri aðsókn, þá gæti verið að það verði aftur eins og var áður fyrir deild 2 sem að var þá bara síðri deild. Það fer bara allt eftir áhuga og hversu margir eru í þessu. En þetta er náttúrulega fyrsta deildin, snýst það. Það er verið að berjast sæti í úrvalsdeildinni og líka það er peningur undir fyrir toppliði núna í fyrstu deildinni. Það er 50.000 undir þar, þannig að það er alveg tækifæri. Þó að sé ekki mikill peningur, þá er það alltaf eitthvað og það er betra en ekkert. Og OSM hérna finnur fyrsta markið fyrir Pinchmenn. Sjúk kemur hún fallega hérna út. Ólafur og Falcon hoppa saman í þetta. Það er ekki eitthvað sem þú vilt gera mikið af, að hoppa svona oft saman í boltana. Kalli tekur þetta í hornið sitt. OSM hoppaði snemma og missir á boltanum nærsamt bömpinu á Kalla. Hættulegu bolti núna fyrir Ólafur og Falcon aftur saman í sama boltanum. Falcon aðeins og fljótur á sér þarna. Villi óþægilegur. OSM kemur hún til bjargar, reynir að koma sér fyrir, nær því. Sjúk með skotið, það er sending á OSM sem að nær ekki til hans. Ólafur kemst ekki fram hjá Villa. Kalli núna bakvegnum, sending niður á Sjúk, hættulegu bolti og Falcon nær ekki til boltans. 2-0 eftir rétt rúmlega mínútu að spili. Kalli ekki alveg nægilega góð hreinsun sem hann fékk hérna með að hitta ofan á boltan, en þetta er ekki búið. Þór geta fundið 2 mörk hérna, við sáum að finna 3 áðan.
Þannig möguleikinn alveg hér að finna einn leik OSM. Skemmtilegt spil hérna hjá Pinchman á móti Þór. Zug backflippar hérna til að ná boltanum aftur og sendingin á OSM af bakveggnum. Hætlu bolti eftir kick-off og Ólafur fyrri til fljótari en Zug í boltan. Flott kick-off mark hjá Þór. Ég fór að pæla hvað gott íslenskt heiti yfir kick-off mark er. Mér hefur ekki dottið neitt í hug ennþá, en kannski einhver í chatinu, hvort að ykkur dettur eitthvað í hug, þá maður opinn fyrir hugmyndum. Skemmtilegt bump þarna hjá Villa á, hvernig var það, Ólaf, eða það ekki, sýnist það. Nei, fyrir ekki, það OSM með bumpið á Ólaf sem að opnar allar gáttir þarna fyrir Pinchman 4-1. Ólafur núna neglur sig í hornið, OSM úþægilegur, nær samt að hoppa upp í þennan, fær 2 upp í á móti sér. Villi með fast skot núna. Ólafur verða út á Zug hins vegar og 5-1 fyrir Pinchman í þessum leik 3. Þetta virðist ætla að stefna í sópinn, gamla góða, í þessum leik, eða þessari viðureign kvöldsins. En aldrei að vita hvað við fáum að sjá í hinu leikjónum. Og líka bara í þessum, hérna, fettlegt skot, Zug nær að verja þetta í burtu frá Ólaf. Núna Kalli setur þetta fyrir miðju, en það enginn frá Þór tilbúnir í að fylgja þessum bolta. Og herðu, næstu í ostakaka frá Kalla þarna. Zug með fast skot, Kalli, annað ostakaka, nei, næstu í. Þetta er búin að hálfar ostakökur hérna hjá honum. Ostakaka fyrir fólk sem að veit ekki okkar orðatiltæki yfir sjálfsmark sem að byrjaði fyrir löngu síðan sem brandari. Falcon núna með tækifæri, nær ekki skotinu. Kalli ekki nægilega fljótur að vera á undan Zug. Villi reyna að koma sér yfir á OSM, tekur þetta sjálfur, nær ekki tvísmölluna hliðarveggnum og Falcon nær ekki flippinu fram hjá Zug, en sendingin fyrir ekki sem að ég hef heyrt að nonna. Ég hef ekki heyrt það. Og ég nú búinn að lýsa hvað sem lengst af fólkinu sem núna í lýsanda hópnum. Kannski Dingo okkar besti í chatinu að fylgjast með og getur einhver annar old goat sem getur sagt okkur hvað það sé. Dingo did it again. Það væri gaman að hafa þetta ennþá snasminn. OSM núna reyna að koma sér fyrir miðju, Zug bumbornum í boltan og einhvern veginn sleppa með þetta. Falcon í tvísmelluna hittir ekki. Ólafur vel mætt hjá honum. Kalli núna setur þetta í bakvegginn hjá Pinchman. Zug nær hreinsunni út á OSM sem grípur boltan vel, skilur þetta eftir fyrir liðsfélaga. Hættulegt með 2 Þórsmenn fyrir fram að sig, en þetta sleppur í þetta skipti. Að gera einar, já, það er skemmtilegt. Maður þarf að fara að kynna sér þessa gömlu sagnorð aftur. Núna mínúta eftir af leik 3 og allt stefnir þetta í sóp fyrir Pinchman. Hér taka það með glöðu geði. Heyrðu, skemmtilegt skot hjá Zug. Eftir sendinguna frá OSM hérna setur þetta í hliðarvegginn og Zug skemmtilegt. Svona næstu í klikkað skot. Næstu í klikkað skot. Já, nonna að backflippa í staðinn fyrir að fastjumpa. Heyrðu, þetta
þetta bara dálítið skemmtilegt. Þetta dálítið skemmtilegt orðatiltæki. Kannski maður reyni að koma þessu aftur í gang. Legg það til lendar og sjáum hvað við getum gert með það. OSM reynir hérna skemmtilega loftfimleika. Nær ekki alveg að koma sér á markið eins og hann vildi. Suk sendir þetta OSM í tvísmelluna, kemur sér fyrir markið. Suk nær ekki að klára þetta 10 sekundur. Núna fer þessi leikur að renna út og þetta sigur fyrir Pinchman. Sópur fyrir Pinchman, kannski náður einhver öðru. Nei, það sópurinn gamli góði sem við fáum í dag hérna. Að gera einn Einar, negla í sætól á þínum vallarhelming og gefa andstæðingnum gullna sendingu. Já, ég þekki nú að gera það dálítið oft, ég þekki það alveg. Yfirról vallar hérna talar dálítið mikið fyrir þessum leik og stígin og fleiri meira. Þannig að það ekki leikur í kvöld hjá Hetti og Underdogs þar sem að einn liðsfélaganna minna á Spáni að njóta í golfferð og annar að vinna. Já, Krissi, við höldumst í hendur í þessu. Þannig að við þurftum að finna okkur annan tíma sem ennþá ekki neldur niður. En sópur hjá Pinchman á móti Þorlákshöfn. Við kannski já, skipti bara yfir á mig. Það allt í góðu. Það sóð. Nei, ég veit það. Það líka bara fyndið að tala við þig og bara búast við því að þau heyri þér. Það bara mikið fyndnara að mínum mati. Já, núna fyrsti leikur búinn. Það kannski víst að heyrðu, ég ennþá með moderator hérna. Heyrðu, við vitum hvað við gerum þá. Bíddu, get ég ekki. Ég kann þetta ekki lengur. Hvað næsti leikur? Næsti leikur nefnilega ég var að koma úr sundi, ég ennþá svo slakur yfir þessu. Það Arctic Apes á móti Ron. Ron áttu Infinity í seinustu viku og það var mjög tæpur leikur. Arctic Apes átti Hött og það fór 3-1 með tæpum leikjum líka. Þannig að þetta stefnir allt í frábæra viðureign. Það sem ég ætlaði hins vegar að finna út fyrir ykkur að ég ætlaði hver tilbúin í að betta channel points? Hver ekki tilbúin í það? Þegar ég var að fatta, ég er ennþá með moderator hérna. Þannig að við getum haft gaman. Við getum sett smá channel points á þetta og leyft okkur að hafa pínu léttar nótur á þessu. Þannig að hérna þetta komið í gang. Þetta gefur mér líka smá innsýn þar sem við erum ekki með voting kerfið eins og á úrvalsdeildarstreymunum. Þá gefur mér þetta innsjón hvað þið haldið þarna heima. Hverju þið haldið að séu að fara að vinna og allt svoleiðis. En við skulum hins vegar fara yfir liðin hjá til dæmis Arctic Apes. Við erum ekki með grafík tilbúna fyrir það, en það allt í góðu. Það mun koma einn daginn. En í Arctic Apes eru við með Miko eða Mikki. Ég veit ekki alveg, ég ætla bara að kalla hann Mikki og þið verður bara að býta á jaxlina. Ég segi ekki Miko eins og breymar okkar. Síðan eru við með Andrissi sem að verður bara Andri. Síðan eru við með Lómon sem að ég veit ekki hversu ofta ég hef kallað Ómon. Ég held að kólóttu mín á móti þeim þegar við vorum að spila á móti þeim í seinustu viku hafi verið alltaf oft Ómonur uppi. Síðan eru við með Sir Rob sem sub hjá þeim. Í Ron eru við með Gullos, Krókur, Óli og Jökull. Það gríðarlegt íslenskt line-up þarna hjá þeim. Við þekkjum flest alla af þessum mönnum.
kannski sérstaklega Gullós og Krók sem hafa verið hluti af þessu samfélagi lengi. Jökull, allir eru þessir leikmenn í GC 1 til GC 2. Þannig að er ég nokkuð viss ég held að ég sé ekki að fara með neitt vitlaust þarna. Og ég veit ekki hvað við erum með ennþá af grafík, en ég skal bara segja ykkur það að náttúrulega út af Arctic Apes unnu fyrstu viðuregnina þá eru þeir við erum með stigatöflu, eigum að líta á stigatöfluna, eigum að sjá, eigum að, þú veist, wink wink, líta á það. Gulli er champ 2, ég tek undir það. Við sjáum hérna núna að Pinchman eru á toppnum með 4 stig, fullt hús stiga hjá þeim. Infinity í öðru sætinu, þeir eiga eftir að spila í kvöld á móti Midnight Bulls. Arctic Apes á móti Ron er að fara í gang eftir örskamma stund og við fáum líka annað en það, þá er það bara Höttur og Underdogs sem að væru eftir að spila þessa viðureign, já, þetta round af tvöföldu round robin. Þannig ég er rosalega, ég veit að ég er kannski biased og ég spila með hetti, en mér finnst, ég held að fyrsta deildin, og ég tala mikið fyrir þessu, að fyrsta deildin hafi aldrei verið svona tæp þegar maður er að skoða til dæmis rönkin og fleira í þessu. Þá held ég að við séum að horfa á það, við séum að mörguleiti í bara þannig standi núna að þetta verður bara mjög tæft allt. Núna er orð eru erfið í dag, í kvöld, en mér skilst, ég veit ekki, kannski að Step Step geti sagt mér frá þessu, út af því það var lítill fugl sem að sagði mér að mögulega verið að skoða lanið fyrir fyrstu deild eða sú keppni þegar að riðla dæmið er búið, að við séum að horfa á 6 lið í staðinn fyrir 4 lið. Það er verið að ræða á milli okkar, segir útsendingarstjóri í eyrun á mér, þannig að það verður gaman að fylgjast með því hvort að við fáum að hafa 6 lið á þannig móti eða bara 4. En það er geggjað að við fáum allavega að hafa LAN líka fyrir fyrstu deildina, að við fáum að, þú veist, að fá andlit á þessi nöfn er svo skemmtilegt. Og ég vil líka hins vegar bara taka undir það sem að Robo, Uglan og Step og Úsik er að segja við þig, Bafka, þó þú getur ekkert svara fyrir á streaminu, er að það er engin ósattur við þetta. Ég er bara að jappa eins og alltaf. Þannig að en næsti leikur er tilbúinn, Lomon er mættur, þannig við skulum bara demba okkur í fyrsta leik milli Arctic Apes á móti Ron og sjá hver hefur yfir höndina í þessari viðureign. Og við að sjá mig drekka jólaöl bara. En leikur 1 hafinn af stað. Fínt kick-off hérna fyrir Arctic Apes. Mikki reynir að koma sér niður á Lomon. Óli fljótur að mæta, hættulegu bolti. Andri gerir vel í að koma sér út í horn á Mikka. Núna Jökull 1 tilbaka með ekkert boost. Núna næri ekki bumpinu á Gullós. Gullós ekkert boost á móti Lomon, Nómol. Þarna er málið. Hann heitir Nómol in-game en Lomon í skrásetningunni. Þetta er ástæðan af hverju ég alltaf að ruglast. Herðu, Gullós, flott 50 á honum hérna. Mikki fær 100 boostið sitt í horninu. Jökull reynir að koma sér fyrir. Óli með fast skot, hættulegu bolti sem að rétt
svo fer yfir Jökull, reynir að koma sér fyrir á sjálfan sig, flott 50 hjá Andra, setur þetta út til hliðar á sjálfan sig af hliðavagnum, næri ekki snertingunni, Óli kemur sér, reynir að koma sér fram hjá Mikki óþægilegur, nær góðu 50 á móti Gullós, núna Jökull einn tilbaka, nær að verja þetta, Andri leitar demóinu, nær því ekki, núna Mikki einn tilbaka, Jökull nær þarna dönginu á hann og Andri og Mikki hjálpast að því að leysa þetta. Andri inn á miðju, Gullós reynir að koma sér niður á Jökull, Mikki poppar sér hátt upp, Gullós tekur sinn tíma, fínt 50 á móti Lómon, vá, þetta erfitt nafn. Jökull, ágætt 50 að næja Andra á móti Jökull nær hreinsir þetta út, Mikki upp í þessu, setur þetta í hliðarvegginn á sjálfum sér, nær tvísmellunni, Andri upp á móti Jökull, hvorugur hittir boltan, Andri fer í bumpinn og Óli neyðist til að hoppa og gefur Nómol opið mark og Arctic Apes finna fyrsta markið. Frábært hjá Andra að fara þarna í bumpið að leita af því. Núna Ron á afturfætinum, núna 3 mínútur til stefnu af þessum leik, hættulegu bolti, velvarið hjá Jökull, Gullós reynir að komast fram hjá Nómol, nær því ekki, Jökull kemur svo út til hliðar, Andri missir á hann, Mikki aftastur, reynir að leysa úr þessu, kemur sér fyrir hann Jökull, núna Óli hoppar aðeins og háttu, Andri sendingin á Mikka, Jökull nær að komast í veg fyrir það, Gullós snýr fljótt, nær ekki 50 á móti Nómol, ekkert búst hjá Nómol, Óli vissi það ekki, fer í bumpi Nómol og núna Andri með flott skot, flott 50 á móti Óla í loft, á móti Jökli Ólaf, Jökull var bumpaður inn í markið af Nómol, 2-0 fyrir Arctic Apes í leik 1. Við erum að detta í hálfleik hérna, Andri með fast skot, Jökull nær að koma þessu, já, heyrðu, kannski að loka, já, skulum, takk Skelli. Nómol í loftinu, reynir að finna Mikka nær bumpinu á Óla, Jökull með tíma, gefur Gullós þetta frekar, hann með boostið, komast ekki fram hjá Andra, Jökull og Óli fara saman í þennan hættulegu bolti en ná að leysa úr þessu. Óli fer í boltan, Andri býður rólur með smá boost, nægilega mikið boost til að koma sér aðeins fram, Gullós með frábært 50 á Óla, Óli reynir að koma sér fyrir, Gullós á móti Nómol gerir vel og núna 50 á móti Mikka, boltinn dettur í hendurna á Andra. Bumpin frá Arctic Apes eru mjög skemmtileg. Óli allan daginn með þetta en Andri alltaf í þessum bumpum. Damn. 3-0 í leik 1. Ron virðast ekki vera með mikið að svörum við Arctic Apes og bumpunum þeirra. Þeir eru rosalega líkamlegir í kvöld. Jökull vel varið hjá honum, Mikki stelur bústinu af honum, reynir að koma sér fyrir, Jökull nær að koma sér mögulega inn á miðju, hvar liðsfélaginn Gullós skýtur framhjá, Óli nær ekki að koma sér á markið, núna tækifæri fyrir Jökull, fast skot í slánna, Gullós mættur með annað skot og þarna finna þeir markið sem við erum búin að vera að leita af allan leikinn. Og Gullós, flott skot hjá honum. 3-1, 1 mínúta og 20 sekúndur eftir, kick-off mark hérna væri mikilvægt, ná því ekki. Óli núna í loftinu, hættulegu bolti fyrir, hver fær þetta í hendunar, Jökull, flott 50, tortímt af Andra, núna Gullós, ennþá betra 50, heldur sér nálega boltanum, Mikki poppar sátt upp, Jökull á móti Andra, Andri nær að vera fyrir til, Óli upp í loftið, á móti engum hefur tíma, reynum komið svo Gullós, fast skot, klemman frá Mikka, nær að leysa pressuna, Jökull á sjálfum sig yfir Andra, þar Nómol sem tilbúin í vörninni, kemst fram hjá einum, kemst fram hjá TM, núna Óli fljótur að snúa sig við og koma sér í góða stöðu með fast skot, Andri verða út til hliðar,
Gullós reynir að koma þessu inn á markið. Mikki nær að verja þetta út til hliðar, ekkert búst hjá honum. Jökull fljótur að mæta, kemst fram hjá honum. Andri aftur beint út með hreinsunna. Ron verða að finna mark núna ef þeir vilja eiga möguleika á kick-off marki. Möguleiki núna, Gullós klemman inn á miðju. Engin tilbúin í það. Óli með tíma, Jökull tekur þetta frekar með bústið, reynir að finna Gullós hinum megin, gerir það, vel gripið hjá Gullós. Núna verða þeir að finna þetta. Andri, lélegt snerting og bolti rennur inn og Ron ennþá í þessu. Geta núna gert einhverja taktík í kick-offinu sínu. Flott skot hjá Jökli þarna og tækifæri fyrir Ron að gera einhverja strategíu núna. Gullós fær boltan í henduna, fer upp í loft, þar er Nómol sem að lesa hann eins og opna bók. Óli heldur þessu á lífi, tekur þetta á bakvengi sinn. Jökull missir af honum og skoti frá Andrissi dettur niður og 3-2 loka tölur í leik 1. Við sjáum hérna Gullós eini með mynd af sjálfum sér eftir að hann var í Völsungi þegar þeir voru í úrvalsdeildinni. Það eru hvað, 3 tímabil síðan, 4 tímabil, 3 af 4 allavega, þannig að, já, fallegt að sjá allavega eina mynd. Það er meira heldur við fáum að sjá í úrvalsdeildinni meira þess að, wink wink, en yfir á vallar Ron megin, mikið að tækifærum. Við sjáum það að þeir eru með 10 skot á móti 9 skotum vörslunar, frekar jafnar 5 vörslur á móti 5 vörslum, þannig að þetta er bara skotnýtingin sem þarf að fara aðeins upp á við. Vel mætt hjá Jökull á móti Mikka. Óli núna reynir að koma sér eitthvað fyrir. Nómol nær hreins þetta út. Gullós ekki nægilega gott 50 fyrir og Jökull af bakvængum sínum nær neglir sig út. Mikki poppar þessi hátt fyrir sjálfan sig, næra snertingunni, já, en það er af. Það er ekki ámarkið. Nómol í loftinu, skilur þetta eftir fyrir liðsfélag fyrir bumpið. Óli bumpar í sendingun á Gullós sem að reynir að koma sér fyrir. Flott 50, boltinn er hættulegur, nær ekki bumpinu, en það skiptir ekki máli og það hittir ekki boltan nema Jökull. Jökull frábærlega gert hjá honum. Nómol aðeins og rólegur yfir þessu kalda blóði í honum, verður alls ekki heitt við boltan fyrir fram að markið sitt og Ron einu finna hérna fyrsta markið. Hættulegur bolti, Gullós í slána út, skilur bústi eftir fyrir liðsfélag Andrissi, reynir að koma sér fyrir, hær því ekki alveg. Jökull feikar Mikka þarna, kemur sér upp, er ekki með búst í þetta til að gera eitthvað með þetta. Óli með smá búst til að fylgja sér eftir en næri ekki að gera neitt mikið með þetta. Jökull núna með fast skot. Andri neyðist til að verja þetta út. Óli fljótur að mæta. Nómol setur þetta út til hægri fyrir sjálfan sig. Gullós býður rólegur, mætir núna fínt 50 en dettur í hendurna á Andra sem að sendir á Mikka sem að hittir ekki boltan. Óli núna með tækifæri, fast skot. Andri nær að sitja á sjálfan sig, tvísmellan af hliðarveggnum, gerir vel í að leysa pressuna og Jökull kemur svo smá út. Nómol heldur pressunni nær tortumingunni en lítið búst fyrir Ron-menn í vörninni núna. Andri er að með tvísmelluna, já, og boltinn lekur inn. Ekkert búst á vellinum fyrir Ron og ná ekki að hoppa upp í þennan. Gullós þarna kannski 10 búst, Jökull mögulega 20 búst. Lítið hægt að gera í þessu. 1-1 er staðan og hvort liðið ætlar að taka þetta sem fyrst núna. Andri tekur fast skot, Gullós fær þetta í hendunar. Nómol upp á móti Gullós, hefur betur með tækifæri. Óli fljótur að drepa þetta, Mikki fær boltan í henduna, fer upp loftið með flippið, næri ekki að nýta flippið sitt. Jökull vel mætt hjá honum. Andri flott 50 á móti Jökull. Núna Gullós flott, ennþá betra 50 til að leysa pressuna. Óli skilur þetta eftir fyrir liðsfélag. Gullós býður rólegur, fær boltan mögulega í henduna. Nei, Óli vildi fara í flippið, Gullós ekki á sem er blaðsju og hann
og núna Jökull 1 tilbaka á móti Nómol. Þetta er ekki staða sem þú vilt vera í, treystu mér, og þetta er einmitt ástæðan af hverju Arctic Apes Nómol er svo góður í loftinu, gerir þetta vel, kemst hann framhjá ein jökli og opið mark 2-1 Arctic Apes þegar rétt rúmlega hálfleikur er að detta í garð. Tortimingin hjá Nómol gefur boltan á Andra Mikki, núna neglur hún bara í burtu og Óli gerir slíkt í sama og Nómol reynir að finna liðsfélag allavega í neglunum sinni, nær því ekki en fær boltan í hendunar með boost með smá tíma. Jökull nær hreinsunni á bakvengin sinn, Mikki upp í loftið, Gullós og Óli fara saman í þetta en Óli fer niður í tæka tíð. Andri ætlar að koma sér fyrir, Óli frábær sending á Jökull, núna er tækifærið, það er mösti, það er skotið og Mikki og Nómol neyðast til að verja þetta saman. Óli með skotið, Andri verður þetta núna og poppað yfir Gullós. Tækifæri, Óli setur þetta út á Jökull, sendingin tilbaka er góð en pressan núna magnast hjá Arctic Apes, ná að leysa þetta Ron, sendingin inn á miðju, dettur í hendina á Gullós sem að gefur þetta bara á Nómol sem að tekur sér tíma, tekur þetta í vegginn, fer í bumpið hérna á Jökull sem að bara hoppar ekki eins og upp í þetta, engin ástæð til að gera það. Bumpið hjá Andra, nei Mikka gefur Óla tækifæri sem að skýtur yfir og Nómol næra að koma sér út á hliðvegginn á sjálfum sig. Gullós tekur bústi í horninu, næra ekki að komast fram hjá Mikka sem að reynir að finna Andra hinum með nær einhverju snertingu sem að dettur í hendina á Mikka sem að skilur þetta eftir. Óli núna nær flottu 50, Gullós sendingin inn á miðju, dettur í hendina á Jökull sem að nær sendingunni á Gullós, núna boltinn í loftinu, Óli ekkert búst, mínúta til stefnu og Ron núna verða að finna einhver svör, jafna metin núna. Nómol nær skotinu, Gullós nær að verja þetta út til hliðar, Mikki sendingin inn á miðju, Jökull nær hreinsunni, fær bústi á miðjunni, Andri setur þetta upp í vegginn, er ekki með búst, nær flippinu hérna mögulega og nær að fylgja sér velgjart hjá honum að fá flippið þarna og nær að halda sér nálægt boltanum. Jökull á móti Mikka, Mikki flott 50 hjá honum, Andri með fast skot, það er niðri, Óli les það ekki og 3-1 Arctic Apes í leik 2. Sjáum þetta hérna, flott skot hjá Andra, haldur sér niðri, sá að Óli ætlaði upp á vegginn. Andri er búinn að vera líklegur í að fara upp í tvísmellunar og taka boltanna upp í loftið. Flott hjá honum að taka bara skotið sem var fast og öruggt. Óli núna leitar að svörum, nær möstíðinu, nær ekki 50-inu á móti Nómol og Nómol fyrir bumpið, gefur Mikka opið mark og 4-1. Þetta er líklega seinasti naglinn í skúffuna í þessum leik og gera þetta vel Arctic Apes í að halda bara kúlinu sínu í þessum leik þó að þetta aðeins undir jafna metin en ná samt að gera vel. Ron núna leita að svörum, 10 sekúndur eftir, 3 mörk, það er ekki lengur fræðilegu möguleiki en eitt sárabóta mark myndi gera mikið möguleiki núna. Mikki skellir í bara inn fyrir þá, þannig Mikki, ég veit ekki hvort á hennu leið illa fyrir þá eða hvort að þetta gæti hafa verið ostakaka, viljandi ostakaka finnst mér líklegt. Þóra ekki að segja með hvort það hafi verið alvöru ostakaka. 4-2 fyrir Arctic Apes og Nómol ekkert mikið sjáanlegur eins og hann var á móti Hetti þar sem að maður sá hann í öllum alls konar loft 5 leikum og fleiru en gefur Mikka og Andrissi tækifæri að sýna sig, færri vörslur hjá Ron mönnum en hins vegar svipuð skot og voru áðan fleiri skot en Arctic Apes eru bara fljótari í vörninni, ná einhvern veginn alltaf í boltan og gera eitthvað með hann, ná að halda sér nálægt honum eftir vörslu þó að hafi komið þarna eitt mark eftir að
liggja í vörninni annað, ná ekki alveg að koma sér einhvern veginn út úr því en samt sem áður vinna þennan leik betri sókn heldur en Ron eru með ná að nýta tækifæri sín betur og aðeins betri vörn en leikur 3 við sáum á móti Hetti á móti Arctic Apes þá kviknaði á Hetti sjáum við eitthvað frá Ron eitthvað svar í leik 3 möguleiki Gullós flott byrjun nær ekki flippinu á Nómol Jökull ekki nægilega gott 50 neyðir Óla upp í boltan nær klemmunni framhjá einum með basskot og Andri ekkert boost og Ron finna svar finna mark hérna ekkert svar bara mark í leik 3 Óli gerir þetta vel fær hann 12 boost úr ræfla boostinu á hliðinni og það nóg til að ná föstu skoti á markið sem Andri nær ekki til verða að bæta í Ron núna gera eitthvað með þetta Nómol í loftinu mögulega þarna sendi ekki niður á Andra basskot núna það samskeytin sláin út en það bara út á Andra sem að næra klára þennan sjáum þetta hérna Jökull gerir vel í að mæta Nómol ekkert búst eftir í honum basskot hjá Andra sem að fer í samskeytina en dettur beint út á hann næra nýta sér þetta tækifæri þessa óreiðu engin tilbúin í að boltinn myndi bara detta aðeins út þarna úr slónni fínt kick-off hjá Ron Andri neglir sig á Gullós tekur þetta upp hliðarvegginn reynir að koma sér á liðsfélagann Mikki flippar tilbaka Nómol óþægilegur á bakveggnum nær að mæta þarna Jökli Óli náði ekki skotinu marki Gullós núna með tækifæri nær sendingunni fyrir Nómol nær setja þetta út til hliðar Jökull núna aftur fyrir markið Mikki fljótari en Gullós núna boltinn fram á við fyrir Arctic Apes Mikki með tækifæri skilur þetta eftir fyrir Andra sem var ekki á sömu blaðsíðu ég vil segja að hann hafi gert það viljandi núna Jökull með skotið Mikki fyrirgeðu kemur Arctic Apes til bjargar og nær að hreinsa boltan aðeins lengra í burtu Gullós setur þetta upp á sjálfan sig fer á hliðarvegginn nær snertingunni upp á við Andri neglir sér tilbaka í hendurna á Jökul sem poppar sér hátt Mikki í loftinu nær að hreinsa þetta Gullós í hliðarvegginn á sjálfan sig nær skotinu Andri nær ekki til boltans en Nómol nær vörslunni þarna Jökull reynir tortimingar Mikki nær að sjá fyrir því sendingin á Nómol góð Nómol nær ekki að koma sér yfir Óla Óli aftur í loftinu á móti Mikka skilur þetta eftir fyrir Jökull sem fer yfir Mikka reynir klemmuna inn á miðju hún föst aðeins og föst fyrir liðsfélaga Nómol kemur svo hliðarvegginn nær tvísmellunni af honum og núna tækifæri fyrir Arctic Apes að bæta í Óli nær ekki skotinu á markið Gullós og Andri læsast þarna saman hliðarlæsingin Nómol í loftinu Jökull gerir vel nær að lesa hann sé ekki með neitt Andri ekkert búst tilbaka Gullós nær skotinu og þarna Ron finna setna markið í þessum leik Jökull gerir vel í að neyða Mikka í að mæta og Andri fer eitthvað að riðlast þarna á stönginni eins og margir aðrir hafa gert ég sjálfur sekur það og Ron 2-1 yfir kannski 3-1 yfir nei það hitt í stöngina og út Gullós sendingin á Jökull góð en skotið ekki nægilega gott Gullós sendir þetta bara á Nómol Óli og Jökull á sama stað og þarna nær Nómol að nýta sér þessi mistök að Óli sé að hoppa í þennan bolta og galopið markið fyrir Arctic Apes 2-2 rétt rúmlega hálfleikur kominn bæði lið líklega að taka þennan leik 3 væri gott fyrir Ron að finna allavega einn leik núna í kvöld Nómol frábær tækni á hliðarveggnum en það ekki nóg að vera með tækni á hliðarveggnum þegar þú ert ekki eins og nálega boltanum til að verja hann Óli flott 50 Jökull aðeins fljótari en Mikki í þennan bolta og Ron aftur marki yfir tók þá 7 sekúndur að finna þetta mark og tækifæri núna Gullós fínt kick-off fyrir Ron Nómol tekur það í þakki fyrir sjálfur sig með flippið setur þetta niður á Jökul sem poppar sér fyrir sjálfa sig kemst ekki fram hjá Mikka
Óli með tækifæri upp hliðarvegginn, Nómol og Andri lítið búst, Mikki einu með búst og Gullós með basskot og þarna 4-2 Ron. Þarna erum við að tala saman, Ron strákar mínir. Frábær sending á Óla. Nómol lítið sem hann getur gert þarna á bakveggnum, frábær sending, frábært bil hjá Ron mönnum. Komast í 2 marka fórustu en ekki búið ennþá 2 mínútur eftir af þessum leik. Bæði lið ennþá til í slaginn. Jökull núna í loftinu, nær góðu 50 fyrir liðsfélagann sinn. Óli í loftinu nær góður snertingu, Andri búinn að hoppa í þennan, fljótur að mæta, basskot núna frá Nómol. Niður Gullós í góða snertingu fyrir hliðarvegginn, nær situr það í þakið, niður á Jökull er basskot frá Nómol sem að Óli ver út til hliðar á sjálfa sig. Tortimginn frá Gullós og Óla leysir pressu á Jökull sem að hefur tíma í loftinu, nær ekki 50 á móti Nómol en Nómol með tvísmelluna úr þakinu en Gullós svarar honum fyrir því. Jökull neglan fram, reynir kannski að finna Óla, Óli nær bömpinu á Mikka en Nómol með tíma í loftinu núna, nær fram hjá 2, Óli mætti tilbaka, sendingin á Jökull, Jökull í hornið hjá Arctic. Andri nær að hreinsa þennan með hjálp Mikka. Gullós frábært 50 í Nómol, neyðist til að verja þennan, nær að hreinsa þetta. Jökull náði ekki dönginu á Nómol, það hefur verið geggjað fyrir Ronmenn að finna 3. markið, 5. markið fyrir en ná því ekki. Jökull hreinsar út til hliðar, 40 sekúndur, þetta að verða erfitt fyrir Arctic Apes. Verða að finna svör núna, möguleiki, Óli nær hreins þetta í hornið, Nómol upp á hliðarvegginn, vá, fallega gert hjá honum, notar þarna backflipið, sjáum þetta hérna, setur þetta í bakvegginn og nota svona sideflip eitthvað, ég held að hann hefði backflipað í þennan svona reverse musty eitthvað, ég man ekki hvað það kallast. Mikki fínt kick-off fyrir Ronmenn, halda stjórn á þessu. Gullós upp í loftinu og móti Andra fyrir undir hann, Nómol poppar upp, Jökull ekki með boost, Óli verður að hoppa í þennan, Jökull nær að verja þetta með ekkert boost, Mikki nær hann að koma sér fyrir á Andra, já, Andri núna á Gullós, sendi þetta beint á Mikka og 4-4 með 14 sekúndur eftir eru Arctic Apes að ná að snúa sig við á síðustu stundu. Gullós aðeins og fljótir á sér, það sárt að horfa á þetta og Arctic Apes eiga möguleika á að sópa hérna Ron. Boltinn Ron megin, Nómol fær boltan í hendurna, það basskot, Óli verður út til hliðar, Jökull sendinginni fyrir á Nómol og boltinn endar inni comebackið. Já, eins og ég sagði, þetta var ekki búið. Damn. 5-4 taktík frá Ron er það sem þeir þurfa. Möguleiki núna, Jökull niður, boltinn dettur í jörðina og Arctic Apes fara með sóp að hólmi. Skemmtilegar viðureignir sem við fengum að sjá hérna, en við sjáum Nómol steig svo sannarlega upp í þessum leik 3, þurfti aðeins að vinna fyrir þessu sigri. 3 vörslur frá honum, 9 skot, Tortimgar 5 og 3 mörk frá honum. Ron alls ekki síðri, flottur slagur hjá þeim, vel spilað hjá báðum liðum og mér fannst Ron spila rosalega, þeir spiluðu skemmtilega sendingar, allir í öllu, 5 vörslur hann hjá Óla, ég var að taka eftir því. Það var lítið fannst mér solo plays, það komu allir að mörkunum hjá Ronmönnum og hjá Arctic Apes var það rosalega mikið, já, Nómol fer upp í loftið og nær hérna hreinsunni, en Mikki og Andri vinna rosalega vel saman hins vegar, sem að gefur
Nómol þetta tækifæri að vera alltaf í loftinu þegar að Mikki og Andri eru bara tilbaka og eru bara flottir þar. Gefum hérna rétta fólkinu stigin sín tilbaka og skulum henda í næsta prediction. Flottur leikur hjá báðum liðum. Mér fannst enginn sérstaklega standa upp úr í þessu. En síðasti leikur kvöldsins er Midnight Bulls. Ef ég kynni að skrifa Midnight þá væri það rosalega sniðugt. Midnight Bulls á móti Infinity. Prediction er hafið og þið getið kosið að vild. Eins og segi, mér fannst það frábær viðureign. Mér finnst það ekki vera sóp viðureign þó að tölunar sýni það. Ron áttu mikið að tækifærum í leik 1 í að skora fleiri mörk og við sáum það alveg á skotunum hjá þeim að þeir voru með tækifæri til að gera þetta vel. Þannig nú er bara að horfa á replayin sín og reyna að læra af þessu og gera eitthvað gott úr þessu. Eins og ég er búinn að segja, GG Skullos, flottur leikur hjá okkur. En stundum er þetta hvernig boltinn rúllar í Rocket League. Þó maður hafi nógu mikið af skotum þá virðist bara boltinn ekki vilja fara inn. En síðasti leikur kvöldsins er Midnight Bulls á móti Infinity. Í Midnight Bulls eru með okkar bestu, þetta eru nöfn sem að allir ættu að mörgu leyti að þekkja. Midnight Bulls eru þekktir, ég veit samt ekki, kannski fólk þekki það ekki alveg, en við erum með Snæsa, Snass eins og hann er kallaður, Bobba og Hagsfaðir. Það er engin fjórðumaður í þeim, þeir þurfa ekkert fjórðamann. Það er alveg óþarfi að vera með það. Í Infinity þá erum við með einnig þekkta menn innan samfélagsins. Við erum með Saltskegg og Presley sem eru vel þekktir og Stófer sömuleiðis og þeir eru með einn gamlan góðan sem að var líka í úrvalsdeildinni. Það er hann Justus eða Jesus eins og hann heitir núna. Eins og ég segið, ég tek undir þetta hjá þér og sem þetta eru spennandi leikir sem að fara fram í fyrstu deildinni. Á mörguleiti út af hvað deildin er tæp. Ég hljóma örugglega eins og biluð plata fyrir mörgum en það er líka bara sannleikin. Hún er svona skillega séð, þá er hún svona tæp og skemmtileg. Þannig ég er mjög spenntur fyrir að sjá út af í Midnight Bulls þá eru með þetta line-up Snass, Hagsfaðir og Bobby. Eina sem vantar þarna inn er Tóna. Ef maður vill halda í gamla góða liðið þá eru að horfa á að bæta við Tóni þarna. En þeir spila svo vel saman, þeir þekkja hvern annan. Þú veist, það kemur ekki óvart að þau myndi vita skóstærðina og hvernig þeim líka við, þú veist, ristabrauðið sitt. Þannig að þeir spila svo vel saman og ég held að svipað hjá Infinity er Presley og Saltskeggur. Mér líður bara frá því að ég kom inn í þetta samfélag 21 að þeir hafi verið alltaf saman í liði, bara alltaf. Þannig að sömuleiðis þarna þeir þekkja skóstærðina hjá hverju öðrum og hvernig þeir vilja á bjórinn sinn, sko. Og Justus er frábæri leikmaður, tæknilega hæfur og sjáum hérna uppfærða stigatöflu. Arctic Apes núna komnir á toppinn vegna leikjatölu.
Já, ég veit það Bafka minn að þetta mjög basic stigatabla en ég veit það líka bara eftir að skoða leikina þá þetta út af leikjatölu út af því að Pinchmenn hafa tapað einum leik sem að var á móti, var það ekki Midnight Bulls í seinustu viku? Minni mig. Nei, það var á móti Underdogs, fyrirgeðu. Þeir töpuðu einu leik á móti Underdogs þar að leiðandi, en samt einhvern veginn ekki út af Arctic Apes töpuðu líka einum. Býtu, ef ég skoða þetta? Nei. Jú, möguleiki. Bæði voru að sópa í kvöld. Þannig að bæði lið voru að sópa. Þannig að Pinchmenn og Arctic Apes eru jafnir á topnum. Með leikjatölu, viðureignatölu líka. Og þetta ætti að sitja, Ron heldur sér þarna í 5. sætinu eins og með þá -4 í leikjatölu. Detta hins vegar niður mögulega fyrir í 7. sætið eins og 7. sætið og Höttur og Underdog sem eiga eftir að spila við hvort annað, þannig það er erfitt að segja. Já. Þú varst einmitt að segja við liðið hvað er frábært, hversu langt íslenska rockleague sinni er komið, margir talented players. Já, ég meina, þú veist, meira segja við horfum hérna og sem bara í fyrstu deildina þá erum við mikið af fólki sem að getur gert mikið af flottum hlutum og eins og Robo Uglan segir hérna að úrvalsdeildin er ótrúlega sterk. Menna, þú með Emivald, þú með Step og Bjarna í Þór liðinu sem að var að keppa á þessu FIFA International móti núna e-sports dæmi og þeir eru í topp 16, þú veist, þeir komast upp úr riðlinum, mér finnst það eiginlega bara magnað og þeir standa í Portugal og þeir standa í öllum þessum stóru nöfnum og allt saman, þannig að mér finnst frábær að horfa upp á þetta. Mér finnst geggjað að horfa á þetta. Emil Steip og Bjarni, the goats for real. Já, bara algjörlega. Og mér finnst líka gaman að sjá, þú veist, 3-5-4. 3-5-4 sem eru náttúrulega bara, þetta er frábært lið með Rexer og Dana Juice. Þannig að, þú veist, og þeim. Það er bara stólugur mér alveg line-up í hjá þeim en það er bara, þú veist, þú ert með þeim mitt PS-stan, Rexer og Vex í 3-4 og þú veist, slagurinn á sunnudaginn þar verður frábær. PS og Vex, einmitt 3-4 eru sterkir, það er náttúrulega bara, þú veist, þar er bara baráttan fyrsta sætið, þú veist, Þór 3-4 og aftur, þú veist, Stjarnan sem var að koma upp eru með Porsas en Dexi sem var hann var í season 9 líka í League Playinu sem að það, hann var náttúrulega í Ravík með JC og Porsas líka og Stouffer sem substitute, fattaru, Dexi kemur upp úr fyrstu deildinni og að gera frábæra hluti með Day sem að Smára 28 inn á Discord og Porsas og Skjaldböku líka, að púlla Skjaldböku þangað inn með sér náttúrulega bara geggjað, frekar underrated leikmaður að mínum mati gerir vel í þessu, þannig að mér finnst bara frábært að horfa upp á hvað íslenska serían er orðin sterk og hvað eru margir að leggja mikið að tíma í þetta allt. En einmitt, Villi, það kom þú veist, það kom mér líka óvart að við komumst upp úr riðlinum en samt svona ekki þegar maður sá síðan hvernig botliðið var
en samt, það hefði verið létt að lenda í rosalega erfiðum riðli. Ég meina, hefði við lent í sama riðli og Finnarnir, bara í staðinn fyrir hvað var hann, Norður Makedóníu eða hvaða liði sem að þeir tóku þarna 35-0, hefði við lent þar í staðinn, þá ekkert víst að við höfum náð upp. Þannig að en ég tek undir einmitt það sem að Bafka Mod segir í chatinu, að missa ekki að gera verk deildinni á sunnudaginn. Það eru truflaðar seríur þar og einmitt líka bara einmitt að fyrstu deildinni sem núna strímið á þriðjudögum. Það náttúrulega bara frábært að við náum einhvern veginn að manna þetta að vera með strím á sunnudögum, þriðjudögum með fyrstu deildina. Það, þú veist, hvað er langt síðan það var? Ég man ekki alveg hvenær við náðum seinast að vera með stream af fyrstu deildinni. Það er dálítið langt síðan held ég. Ég held að það sé í kringum, hvort það sé ekki í kringum season 7. Það ég er bara að bíða eftir Salta. Ég er að jappa eitthvað þarna, reyna að halda athyglinni inni, Robbi minn. Með eitthvað sem ég get viturt sem ég get sagt þér meðan ég bíða eftir að Salti klári private match. Þetta er Jappathon 2000. Á ég að taka lagið? Nei, veistu, ég er að hugsa að sækja infamous vassflöskuna mína og byrja að tala veðrið með því og hversu frábær vassflaska mín er. Hvernig væri það? Reference sem að sumir gætu, af hverju er himinninn blár? Ég gæti farið í það, eða af hverju, þú veist, það er líka möguleika að hlaupa í gegnum veggi. Við höfum tekið það er til flott myndband sem að Sippa Shotgun gerði þegar ég lenti í einhverju jap-sessionu með Emsu, þegar hvort að það hefði ekki verið tímabilið þar sem að ég var einmitt einn að kasta. Það var gaman að því, skemmtilegt tímabil. En núna mér heyrist á öllu að það er byrjað eitthvað spjall, byrjað eitthvað smá spjall inn í partíinu. Þannig að við erum núna að fara að demba okkur í seinasta leik kvöldsins, Midnight Bulls Infinity. Þannig að við skulum sjá hver hefur sigur að hólmi núna. Það verður gaman að sjá þetta núna. Leikurinn hafinn, fáum Bobba, Hagsfaðir og Snæsa. Jesus, Presley og Saltskegg. Snæsi neyðist til að verja strax í byrjun. Presley setur þetta í bakvegginn, sendingin inn á miðju, en þar er engin. Hagsi nær ekki í boltan alveg strax. Bobbi og Snæsi fara saman í þennan. Jesus á undan Bobba í boltan. Hagsfaðir af bakveggnum sínum, nær ekki hreinsun nógu vel. Presley inn á miðju, Bobbi nær að hreinsa þetta. Salti fljótur að mæta. Salti, ég veit ekki, þú veist, það er skemmtilegt að stytta úr Saltskegg í Salti. Snæsi tækifæri núna, Jesus kemur til bjargar. Bobbi sendi ekki fyrir, Jesus aftur mættur til að bjarga Infinity. Snæsi sendi ekki á sjálfan sig, nær framhjá einum, heldur sér nálægt boltanum, nær ekki dönkinu á Jesus, fast skotið frá Bobba. Presley, flott varsla hjá honum. Snæsi nær ekki að koma sér fyrir á Hagsfaðir. Presley með fast skot, Bobbi tilbúinn aftastur, grípur þannig vel, kemst framhjá Salta og með tækifæri að finna liðsfélaga inn á miðju, nær ekki sendingunni. Snæsi aftastur, setur þetta upp á sjálfan sig, nær ekki snertingunni, fast skot núna. Bobbi ver þetta upp, Saltskeggur upp í loftið, kemur sér inn á miðju á Jesus sem fer í tvísmelluna, hittir ekki Presley með skoti, sendingin á Jesus sem að sendir það niður á Presley sem að hittir ekki boltan. Snæsi skyndisóknin fyrir Midnight Bulls. Salti nær framhjá einum, Bobbi er aftastur og þetta er yfir hann, fast skot frá Saltskegg. Skotið hérna þegar boltinn er á leiðinni upp eftir bánsið, þá færðu svo mikla hæð og kraft að Bobbi bjóst ekki við þessu. Bobbi var ekki að byggja neina múra þarna allavega í vörninni.
Salti upp í loftið á móti Bobba, nær hann tvísmellunni inn á miðju, já, Snæsi nær hreinsunni, Jesús aftastur, boppar þessu yfir Snæsa, nær klemmunni inn á miðju, Hagsfaðir núna nær hreinsunni, Presley situr þennan miðju, Salti ekki fyrir til, Hagsfaðir reynir að koma þessu fyrir á Bobba, nær því ekki, það náttúrulega gaman að segja frá því að þeir tveir eru náttúrulega tvíburar, ég nokkuð vissum. Snæsi með fast skot, Jesús ver þetta út, Bobbi núna inn á miðju, Hagsfaðir þar og þeir finna fyrsta markið, jöfnuna markið rétt fyrir hálfleik og það falleg sjón, jafnt til móta hjá þessum tveim liðum, pínu spurningamerki á vörninni hjá Midnight Bulls eins og fara dálítið oft, ég sem var að hrósa þeim fyrir að vera vel tengdir, hafa spilað svo mikið saman, en kannski fyrsti leikur og pínu óþægilegt að hafa verið lengi inn í leik á móti Infinity þar sem þeir voru í private match, hættulegu bolti núna, Snæsi með tækifæri fyrir bústið, fær Hagsfaðir í boltan, Salti upp á móti Snæsa sem hefur betur, Hagsfaðir kemur sér hjá því að vera ítt í burtu þarna, Jesús nær komið sér fyrir, þar Presley með fast skot, Bobbi þarna nær hann að byggja múrinn og ver þennan út, Snæsi með smá tíma, Salti leiðilegur hérna í horninu hjá Midnight Bulls, Hagsfaðir með tíma, Presley fljótur að mæta, nær fram hjá einum, Presley aftastur fremst núna, var býð eftir að einhver myndi ná sendingunni á hann, Bobbi myndi Jesús, Snæsi kemur sér fram í einu, nær hann bústinn á miðjunni, nei, fekk ekki búst, en bumpið á hann sending á Hagsfaðir sem fær ekki flippið, en boltinn á markið sem Presley nær að hreinsa, Bobbi reynir að koma sér í einhverja tvísmellu tilraun þarna, nær ekki í það, Snæsi í hornið, Salti og Jesús fara saman í þetta, Hagsfaðir upp í loftinu, sendingin niður á Bobba og Snæsa, þeir einhvern veginn eru bara saman í hugsunarhátt, Snæsi og Bobbi mætti halda að þeir væri síðan tvíburar. Presley nær hreinsunni á Jesús sem nær skotinu og fast skot þarna frá Infinity, Presley frábært flip í sendinguna, Jesús nær frá fínu skoti og Snæsi nær einhvern veginn þarna hlikki sér á stöngina, óþægilegt þegar það gerist og Infinity 2-1 yfir mínútu til stefnu, það taktík frá Midnight Bulls, sendinginni fyrir Jesús nær vörslunni, Presley núna með smá tíma, Bobbi fær þetta í hendunar, Salti flott 50 í honum, Jesús með skotið og það á markið og Hagsfaðir aðeins og hægur að ná þessu inn, út fyrir ekki, hann lendir náttúrulega inni, fast skot í hitt hornið, óþægilegt að reyna að ná þessu, Infinity klárlega með yfirhöndina í þessum leik, eru búin að vera mikið líklegri í boltana, mikið ákveðnari í alla bolta, lítið af mistökum hjá þeim, Snæsi gerir þetta ekki nægilega vel, en Bobbi með sendinguna á Hagsfaðir, Jesús leist hann vel, bumpi frá Hagsfaðir gott, Salti nær einhvern veginn að negla þessu út á Bobba sem upp í loftinu, Jesús og Presley fara saman í þetta, Snæsi reyndan á snertingu á miðju, Hagsfaðir líka í einhverju þvælu, nær samt í boltan, einhvern veginn að verja þetta, ég veit ekki hvernig, Salti með tíma, nær ekki framhjá Snæsa, Bobbi með skotið, Presley nær vörslunni, Snæsi núna kemur sér aftur fyrir, Jesús upp völlin, Hagsfaðir grípur þetta ágætlega, Presley framhjá einum og þarna rennur tíminn út, kannski finna Infinity eitt auka mark eða Midnight Bulls sárabóta mark, sendingin yfir frá Salta, hún föst, Bobbi nær ekki að halda þessu á lífi og boltinn lendir í jörðinni. Sjáum hérna, herðu, bíddu, Saltskeggur líka með mynd, herðu, hvað gerðist hérna, af hverju er hann með mynd? Bíddu, hvaðan kom þessi mynd? Ha? Bíddu, hvaðan er þessi mynd?
ég best ekki við að sjá þetta í kvöld. Sjáum hérna hins yfirráð vallar í Hag Infinity, svo sannarlega tortímingarnar mikið fleiri, fáum hana 5 tortímingar frá þeim, en líka fleiri vörslur, þó að skotin hafi verið fleiri hjá Midnight Bulls, þá verður að nýta þetta, og leikur 2 er hafinn, ekki leikur 1, og núna Hagsfæðir nær einhverri neglu út. Boltinn nær hreinsunni þarna Midnight Bulls. Já, þetta er bara pínu pingpong sem við erum að spila núna. Klemmur, pingpong og allur pakkinn núna. Presley með tækifæri, varið þarna, vel varið hjá Bobba, sýndist mér. Jesus með boltan í höndunum, nær að koma þessu fyrir. Presley gerir vel í 50-inu. Jesus núna aftur boltinn fyrir hjá Midnight Bulls, eru aftarlega á vellinum hjá sér, mikil pressa frá Infinity. Hagsfæðir reynir að koma þessu fyrir á Bobba, flott 50, hættulegur bolti í loftinu, en hvar er Snæsi? Hvergi að sjá, allt of hægur í þennan bolta. Jesus, flott tortiming þarna. Presley, flott 50, Hagsfæðir upp í loftinu með smá stjórn á þessu á móti Jesus, flott 50, Snæsi með tækifæri, kemur sér í hornið, boltinn dettur í hendina á Bobba, leiðileg snerting hjá honum. Hagsfæðir með tækifæri, nær ekki 50 á móti Salta. Snæsi skilur þetta eftir fyrir Bobba sem var ekki alveg á sömu blaðsíðu. Bobbi neglir honum, Salti upp í loftið, þar er Snæsi sem kemur sér niður á sjálfa sig, tvísmellan á með jörðinni. Jesus, við lesum þetta vel, klemmir hann áfram hann fyrir sjálfa sig, demoið þarna, tortimingin, sendingin, allt spilaði vel fyrir Infinity hérna. Klemman á Bobba þarna, frábær. Salti með geggjaða sendingu á Presley sem hann nýtir þetta vel. Snæsi er ekki frá Vestmannaeyjum, hann er frá Akureyri og er Akureyringur. 1-0 fyrir Infinity í leik 2 núna. Klemman var skemmtileg. Snæsi, Hagsfær, flott skot. Bobbi reynir að koma þessu fyrir á liðsfélaga, finnur bara Jesus. Snæsi rólur yfir þessu að hann sé með stjórn á boltanum. Hagsfæðir missir bolta frá sér, fast skot. Bobbi og Snæsi fara saman í þennan og verja þetta saman út. Hagsfæðir sendingin út á Salta, leiðileg hreinsun þarna hjá Midnight Bulls. Þeir eru í mikilli óræðu og miklu vandræðu með að finna svör við Infinity, finnst mér núna þessa 2 leiki. Snæsi neglir boltanum þarna bara í hendunar aftur hjá Infinity. Infinity með miklu yfir þeir fá boltan í hendunar heldur en Midnight Bulls. Herðu, þeir brutu reglu 1, Hagsfæðir og Jesus. Þeir brutu reglu 1. Nei, heyrðu. Ég vil bara, þú veist, stoppa leikinn og bara forfeit á að báða. Það fyrir engin stig, bara spilaði leikur og engin stig. Ender stream og engin stig á hana Midnight Bulls eða Infinity, bara búið. Riot in the streets, já, bara svo sannarlega, þú brýtur ekki þessa reglu. 2-2 í restina, já, bara af hverju ekki. Ég meina að þú tekur út Jesus þarna, besta leikmannin hjá Infinity, bara hendaði um deildinni, já, ég til í það, bara sjölið aftur. Snæsi núna bömpaður af Presley. Jesus kominn að nær einhverju góðu 50. Snæsi tækifæri, Presley bara fljótari en Hagsfæðir og Snæsi í þetta. Bobbi neglur sér í burtu aftur. Það sem ég er að tala um, það er bara, við erum í pingpong hérna að mörgu leyti hjá þessum 2 liðum, nema Infinity eru bara minna í því. Bobbi nær fram hjá Saltskegg. Jesus með 100 boost aftastur, komast fram hjá honum Midnight Bulls. Snæsi með stjórn á honum í horninu, kemst ekki fram hjá Jesus og boltinn er hann að leggja inn, nær Bobbi tilbaka. Bobbi nær einhvern veginn að verja þetta út, en Jesus er bara tilbúinn þarna. Ég sá þetta, Bobbi, ég sá hvað varst að hugsa.
næri ekki neglunni einhvern veginn og boltinn dettur bara í hendunar á Jesús þarna. Jesús með tíma tekur þetta niður, fær hagsvæðir til að hoppa, tortilninging á 1. Það er tækifæri núna en það er engin tilbúin hjá Midnight Bulls í að fylgja þessum bolta. Presley missar á boltanum, hagsvæðir sömuleiðis. Bobby rólugur yfir þessu, gefur Snæsa bara tíma í að mæta þessu bolta. Jesús, bolti upp á Bobba. Bobby, sending á hagsvæðir, Snæsi feikar, hann hoppar samt með þeim. Jesús kemst fram með einum. Presley reynir að gera eitthvað 1 búst fyrir Jesús, þarf að meira, já hann hefði þurft meira. Salti feikar tvísmelluna, Bobby nær að verða út til hliðar, þar er Presley, reynir að halda pressunni áfram, nær því ekki og þessi leikur er að renna út til að verða að skora núna. Midnight Bulls og þeir gera það. Erum við að sjá comeback á 6 sekúndum? Náum við að sjá þetta gerast hjá Midnight Bulls? Náður kick-off markinu, strategía. Kemur strategía út hjá þeim? Hvaða strategía þá? Ég er spenntur að sjá. Ekki nægilega góð strategía en ná snertingunni. Snæsi nær hann að halda þessu á lífi. Já, boltinn er á lífi. Salti nær snertingu, ekkert búst. Hagsvæðir heldur stjórn á boltanum, heldur sér náldunum fram hjá einum og boltinn núna inn á miðju en það er engin nógu nálægt að fylgja þessu og boltinn dettur í jörðuna. Og Infinity finna seinni leikinn, eru að fara að fá 3 sópa í kvöld þegar að Brimar sem að óskaði eftir því að það væri ekki bara sópar eins og í úrvalsdeildinni. Af hverju fær hann það? Af hverju bitnar þetta á mér? Ég legg þetta til nefndar og ég kæri Brimar, það er bara þannig. En við sjáum það hérna, mikið betri leikur heilt yfir hjá Midnight Bulls. Og hins vegar finnst mér engin aðeins vera á sömu blaðsíðu og engin ákveðni hjá Snæsa í að fara í boltana og bara mæta fullum krafti. Mér finnst það að vera svona, ef maður veit sleppa svona half-assed dæmi hjá þeim. En tækifæri núna í leik 3. Snæsi nær hann tvísmellunni, nei, Bobby fær boltan í hendunar. Bobby, frábært 50, Jesús, einhvern veginn verið þetta á línunni frá hagsvæðir. Snæsi, boltin í hendunar, nær að koma þessu fyrir. Bobby reynir að feika Jesús, nær því ekki, hagsvæðir upp á móti Jesús. Fínt 50 fyrir Midnight Bulls, Presley gerir vel á móti Bobba. Snæsi, flott sending yfir á hagsvæðir, nær seinni snertingunni og skotið. Það er stöngin út og Bobby nær hins vegar að klára þetta og Midnight Bulls finna loksins. Eru þeir á undan að skora fyrsta markið. Óheppilegt þarna í hagsvæðir að þessi fer ekki inn. Rare sight hérna, Simmi valur sér hérna og hafi kosið Midnight Bulls líka. Djöfulsins snildi það. Hagsvæðir, boltinn í hendunar, beppaður þarna af Saltskegg. Bobby upp í loftinu, Jesús upp á mótunum, flott 50 fyrir Midnight Bulls. Snæsi ekkert boost, nær samt að mæta þessu og Presley poppar svo hátt upp en það er bara hagsvæðir með smá tíma á móti Salta. Vel mætt hjá Salta, Snæsi poppar svo hátt upp. Bobby nær ekki fram hjá Jesús, hagsvæðir ekkert búst í horninu, skilur þetta eftir fyrir Snæsa sem kemst ekki fram hjá Presley. Salti núna með skotið, setur þetta í hliðavegginn, hliðin á markinu. Jesús ekkert búst, nær komið sér fyrir. Bobby fylgir boltanum, Presley frábært 50 inn á miðju á sjálfan sig og það er skotið, það er stöngin en það er út. Ná einhvern veginn að sleppa með skrekkin. Midnight Bulls er í nauðvörn hérna á meðan Bobby reynir að koma sér yfir miðju og boltinn neitar að fara yfir miðju síðustu mínútuna. Jesús skilur þetta eftir fyrir Salta. Hagsvæðir missar á boltanum. Bobby hættulegu boltinn núna. Snæsi poppar sig upp á sjálfan sig, tekur þetta í hliðavegginn, nær ekki klemmunni fram hjá Presley. Bobby nær fram hjá einum. Jesús skilur þetta eftir fyrir Salta sem hann nær ekki tvísmellunni. Velgert hjá hagsvæðir að leysa þetta. Bobby nær að fylgja boltanum núna, flott 50 á Presley. Tækifæri, skyndisókn, nei.
en það skyndir svo fyrir Infinity. Haxi og Bobby mætti tilbaka. Salti upp í þessum. Salti kemur sér fyrir á liðsfélaga, nær því ekki. Vel mætt hjá Midnight Bulls. Klemman frá Jesus er skemmtilegt. Pinsmenn hefðu átt að sæna hann ef eitthvað. Flottar klemmur í honum. Snæsi með fast skot. Jesus nær að poppa sér hátt. Bobby og Hagsvæðir með boost. Hættulegt skot núna, en það er enginn Infinity maður tilbúin í að nýta þetta. Salti upp á móti Snæsa. Snæsi hefur betur í 50-unum. Bobby reynir að koma sér fyrir á liðsfélaga. Presley poppar sér hátt upp fyrir Jesus. Jesus á Presley, en Snæsi fyrir til. Saltskeggur er óþægilegur og Bobby nær ekki skotin á markið, en Hagsvæðir Salti verið þetta. Og núna tortiming mögulega á Salta. Nei, Salti, jú, var tortímt. Snæsi nær skotinu út. Saltskeggur með skotið. Bobby verða og Jesus ekkert búst. Fylgir þessu eftir, neyður úr snertingu. Presley á bakvegginn. Er Salti tilbúin í þetta? Nei, en Snæsi er sko tilbúin í þennan. Og 2-0 Midnight Bulls. 1:40 eftir af þessum leik. Og Midnight Bulls ennþá líklegri að taka þennan leik með 2 marka fórystu. En við sáum það áðan í fyrsta leiknum á móti Arctic nei, ekki Arctic, í seinni leiknum Ron á móti Arctic, að það er alveg möguleiki að koma 3 marka mun á 2 mínútum. Þannig 1,5. Það er ekkert Selfoss í deildinni, en það er Höttur og það er Midnight Bulls og það er Þór Þorlákshöfn. Nei, það er helling af flottum liðum. En klemman hérna fyrir Midnight Bulls sleppa með þetta. Salti reynir að finna Presley með skotið. Hagsvæðir nær ekki að verja þetta. Snæsi nær ekki að verja þetta og boltinn lekur inn. Jesus þarna nappar þessu marki af Presley. Flott skot í honum. Snæsi og Hagsvæðir ná ekki að koma sér út í tæka tíð og Jesus mættur í að klára þennan. 2-1 mínúta eftir. Fáið taktík frá Infinity í þetta skiptið. Já, Presley nær skotinu. Snæsi nær að tilbaka. Já, nær að verja þetta út með klemmu. Salti upp í loftið. Reynir að finna Jesus niður í boltinn. Lendir í höndunum með Hagsvæðir. Lítið búst hjá honum. Reynir að taka horni líka. Spónar eftir að hann er farin að því og því að nappað af Midnight Bulls. Snæsi nær að verja skotið frá Presley. Salti með sendinguna yfir á Jesus. Jesus með tvísmelluna. Sendingin fyrir á Presley sem hann nær að klára þetta. 30 sekúndur eftir og comebackið hjá Infinity er komið allavega í gullna mark. Núna er það verða Midnight Bulls að finna einhver svör. Verða að komast yfir aftur eða vilja halda líflínunni sinni í þessu leik. Annars er þetta 3. sópur kvöldsins af 3 viðureignum sem við fáum að horfa á í kvöld. Hagsvæðir í loftið. Bobby býður rólegur. Jesus neglir sig í burtu. Bobby tekur stjórn á þessu fyrir Midnight Bulls. Setur þetta út til hliðar og reynir að finna liðsfélag, en það er bara Salti sem tekur þetta upp hliðarvegginn með smá boost og Presley hjálpar honum með þetta. Jesus er aftastur með smá tíma, 5 sekúndur eftir þegar boltinn núna er í loftinu. Midnight Bulls megin er ennþá hangandi í loftinu, en þeir leyfa þessu að detta niður. Gullna markið í leik 3 milli Midnight Bulls Infinity. Sá sem skora núna fyrir með sigurinn á hólmi. Midnight Bulls á líflínunni sinni. Infinity geta klárað þessa viðureign með sóp. Það verið sterkt fyrir þá, það verið statement fyrir þá að gera það. Snæsi nær að koma svo út, en það er bara Jesus með skotið. Hagsvæðir verið þetta út núna. Snæsi setur hann niður á Hagsvæðir. Það er bara beint á Presley. Bobby hátt upp. Það er Jesus með mögulega tvísmöndlun. Nei, sendingin niður á Presley. Hagsvæðir verið þetta. Salti núna bömbar að Hagsvæðir. Snæsi tekur þessu rólega, setur þetta hins vegar fyrir. Þar er Jesus núna með skotið. Bobby verið þetta einhvern veginn út. Presley aftur inn á miðju. Salti er þetta og þarna kemur naglinn í skúffuna og Infinity klára þetta með sóp. GGS í chatinu.
Infinity með fulla stjórn á þessum leik yfir á vallar. Þú veist, þetta svona 75%. Nei, ok, 60% í hag Infinity. Sjáum þetta bara 16 skot hjá Infinity og við erum að tala 9 vörslur. Hellingaskotum í stöng og meira hjá Infinity eða þú veist eins og Presley fær þarna skot á markið en Jesus fær markið fyrir það þar sem hann að pota því inn. Ég veit ekki, talst það með þessi skot? Líklega já. En já, Infinity voru bara með alla stjórn á þessu leik að mörgu leyti. Það voru smá tækifæri þarna hjá Midnight Bulls. Ég meina þeir eru með 9 skot og 2 mörk í þessum leik en svona heilt yfir í viðuregninni þá var bara spurningamerki fannst mér hjá Infinity með þriðaleikinn. Þannig að 3 sópar í kvöld, ekki eins og við vorum að horfa á í seinustu viku þar sem við vorum bara með 1 sóp. Fáum hérna uppfærða stigatöflu að þessum viðregnum loknum. Einu liðin sem eiga eftir að spila eru Underdogs og Höttur, þannig að þau geta jafnað sig við Midnight Bulls og komið sér í þennan miðjuslag. En það að við erum núna með Infinity, Arctic Apes og Pinchman með 4 stig hvort á toppnum, aðeins leikjatala sem að skilur þá eftir skilur þá eftir. Nei, það er enginn að skilja neitt eftir. Orð eru erfið í kvöld, dömur og herrar. Annað en það, þá er kannski spurning, eru við með nú spyr ég út í loftið fyrir ykkur sem að horfið á streymið, eru með leiki næstu viku, allavega svona viðregnar. Þá eftir að setja upp. Ég þá kannski tel upp bara fyrir fólk hvað má vænta í næstu viku. Þetta já, þá eftir að gera þetta, við erum að tala round 3, þá mæta Infinity Þór Þorlákshöfn. Síðan eru við með Underdogs á móti Ron, Midnight Bulls á móti Arctic Apes og og The Pinchman á móti Höttur væri fyrsti leikur eins og stendur núna. Ef að allir komast þá eru að horfa á það. Fyrsti leikur væri Pinchman á móti Hetti, Þór Þorlákshöfn á móti Infinity, Underdogs á móti Ron og síðasti leikur væri þá Midnight Bulls á móti Arctic Apes. En annað en það já, heyrðu, það er bara komið, það var ekki tilbúið en það er komið, það er bara þannig. Já, þetta er dagskrá næstu viku. Tímasetningar ekki ráðnar, það getur breyst á basically 0-1. Þannig Infinity Þór Þorlákshöfn, Underdogs Ron, Midnight Bulls, Arctic Apes og Pinchman Höttur. Skemmtilegi leikir sem við fengum í kvöld þó að allt hafi verið sópur, en bara gaman að fylgjast með þessu og fá svona mikið af fólki að fylgjast með. Þannig að já, ég held að sé ekki meira hér frá okkur í kvöld annað en að þakka ykkur sem að heima sitjið bara fyrir að vera enn með sína stuðninga á fyrstu deildina og bara hafa gaman. Það er pointið að fyrstu deildinni er að hafa gaman og það er hvernig það er. Annað en það, bara takk fyrir mig og við sjáumst í næstu viku með, þú veist, einhverja skemmtilega leiki og einhvern mögulega annan skemmtilegan kaster. Það er bara alltaf, það er einhver rótering á kasterum á fyrstu deildinni. Sá sem vill prófa
má það líka, þannig ef þú hefur áhuga á að prófa að kasta þá lítið mál að koma því í gegn ef þú vilt prófa. Þannig já, fyrir hönd Arlias vil ég þakka ykkur fyrir komuna og spjallið, þannig njótið kvöldsins, takk fyrir okkur. Sem að er að kalla mig enn, skulum reyna að passa ykkur á þessu sjúk hérna, nær ekki fram hjá Ólafi, hættulegu bolti í loftinu, Willie Rowe með skotið og þessi fer inn. Frábært skoti hérna frá Willie Rowe. Ég held að ég kalla hann bara Willie Rowe svo langt á OSM Falcon, kemst í veg fyrir það. OSM með boost, með tíma í loftinu. Hvað gerir hann? Nær hann að koma sér fyrir á liðsfélag, klemma hann inn á miðju, komin á sjúk. Frábær sending hérna hjá OSM, tekur þetta alveg yfir og klemmir hann fyrir markið fyrir sjúk. Já, Bissi keyboard and mouse. Skjalli minn með stundum á keyboard and mouse eitthvað. Það var líka einhver annar sem að á og til grípur í það. Skemmtilegt spil hérna, horfum á þetta aftur hjá Pinchman. Gerð þetta vel. Heppilegt þarna spilið, þú veist, tölur og eitthvað, að fá replayin frá leikmönnum til að geta setta í ball chasing eins og skemmtilegt spil hérna. Á meðan ég þvæli eitthvað ball chasing, Willi grípur hann vel hérna nær klemmunni fyrir á The Pinchman. Skemmtilegt að hafa á íslensku klemmumennirnir. Ólafur reynir að koma sér fram hjá OSM og nær því fá hérna eitt svar við þessum 5 mörkum. Þarf tekur miðjubústið hérna og poppar sér hátt upp yfir ós eftir af leik 3 og allt stefnir þetta í sóp fyrir Pinchman. Hér taka það með glöðu geði, skemmtilegt skot hjá sjúk. Eftir sendinguna frá OSM hérna setur þetta í hliðarvegginn og sjúk skemmtilegt. Nær hreinsir þetta út, Mikki upp í þessu, setur þetta í hliðarvegginn á sjálfum sér, nær tvísmellunni, Andri upp á móti Jökul, hvorugur hittir boltan, Andri fyrir í bumpinn og Óli neyðist til að hoppa og gefur nómól opið mark. Og Arctic Apes finna fyrsta markið fyrir Gullós á móti nómól, gerir vel og núna 50 á móti Mikka, boltinn dettur í hendurna á Andra. Bumpin frá Arctic Apes mjög skemmtileg. Óli allan daginn með hvar liðsfélaginn, Gullós skýtur framhjá, Óli nær ekki að koma svo markið, núna tækifæri fyrir Jökul, fast skot í slóna, Gullós mættur með annað skot og þarna finna þeir markið sem við erum búin að vera að leita af allan leikinn. Og henduna, nei, Óli vildi fara í flippið, Gullós ekki á sem blaðsju og núna Jökull einn tilbaka á móti nómól. Þetta ekki staða sem þú vilt vera í, treystu mér, og þetta einmitt ástæðan af hverju Arctic Apes. Nómól svo góður í loftinu á nómól. Jökull ekki nægilega gott 50, neyðir Óla upp í boltan, nær klemmunni framhjá einum með basskot og Andri ekkert búst og Ron finna mark hérna, ekkert svar, bara mark í leik 3. Óli gerir þetta vel, fær hann 12, líklega að taka hennar leik 3, væri gott fyrir Ron að finna allavega eitt leik núna í kvöld. Nómól, frábær tækni á hliðarveggnum, en það ekki nóg að vera með tækni á hliðarveggnum þegar þú ert ekki eins og nálega boltanum til að verja hann. Óli, flott 50, Jökull aðeins fljótari en Jökull sem poppar sér fyrir sjálfa sig, kemst ekki fram hjá Mikka. Óli með tækifæri upp hliðarvegginn, nómól og Andri lítið búst, Mikki einu með búst og Gullós með basskot og þarna 4-2 Ron. Þarna erum við að tala saman, Ron strákar mínir. Frábær sending á Óla, nómól lífæðslei sem að hittir ekki boltan. Snæsi skyndisóknin fyrir Midnight Bulls. Salti nær fram hjá einum, Bobbi aftastur og þetta yfir hann, basskot frá Saltskegg. Skotið hérna þegar boltinn á leiðinni upp eftir bánsið, þá færðu svo hátt Snæsi og Bobbi mætti halda að þeir væri síðan tvíburar. Presley nær hreinsunni á Jesus sem nær skotinu. Fast skot þarna frá Infinity. Presley, frábært flip í sendinguna. Jesus nær
Loftið, þar Snæsi sem kemur sér niður og sjálfur sér tvísmellan á jörðinni. Jesús, við lesið þetta vel, klemmir hann áfram hann fyrir sjálfur sér. Demóið þarna, tortimingin, sendingin, allt spilaði vel fyrir Infinity hérna. Klemman á Bobba þarna, frábær. Salti með geggir vel á móti Bobba. Snæsi, flott sending yfir á hagsvæðir, nær seinni snertingunni og skoti. Það stengin út og Bobbi nær hins vegar að klára þetta. Og Midnight Bulls finna loksins. Eru þeir á undan að skora fyrsta markið. Óheppilegt þarna. Midnight Bulls Snæsi nær að verja skotið frá Presley. Salti með sendinguna yfir á Jesús. Jesús með tvísmelluna, sendingin fyrir á Presley sem að nær að klára þetta. 30 sekúndur eftir og comebackið hjá Infinity komið allavega í gullna mark núna. Bara hagsfæðir. Snæsi tekur þessu rólega, setur þetta hins vegar fyrir. Þar Jesú núna með skoti. Bobbi verður þetta einhvern veginn út. Presley aftur inn á miðju. Salti þetta og þarna kemur naglinn í skúffuna og Infinity klára þetta með sóp.